Enginn bjóst við þessum hörmungum í Pakistan. Enginn bjóst við þessu risastóra flóði. Þegar flóðið kom, var skólanum lokað og allir kennararnir fóru. Mjög margir misstu allt sem þeir áttu. Fólk grét og hrópaði, hvert getum við farið? Þegar við fórum á bátnum, sáum við húsin hrynja. Pakistan hafði eyðilagst. Borgirnar sem standa eftir, hver getur byggt aftur borg sem drukknar? Það var enginn eftir í þorpinu. Við vorum þau síðustu til að fara. Þá fórum við til Sukkur. Við áttum enga peninga, en við björguðum þó lífi okkar. Fyrir Guðs mildi var okkur hjálpað mikið. Við fluttum í Selani-búðirnar í Sukkur. Ég sæki vatn langt í burtu til að drekka og fyrir þvott. Við sofnum þegar dimmir og vöknum snemma á morgnana. Ég læri að lesa og skrifa á morgnana. Menntun breytir lífi manns. Hér mun menntun breyta lífi þeirra sem eru fátækir. Það ætti að byggja skóla í öllum bæjum og öllum borgum í Pakistan. Ég ætla að mennta mig og byggja svo skóla. Börn munu læra í þeim og þegar þau stækka, mun borgin þeirra stækka líka. Menntun breytir öllu. Það var farið með mömmu á spítalann. Þegar þau komu með hana aftur morguninn, komu þau með 2 stelpur. Okkur langaði líka svo mikið í systur. Þegar systir mín var komin, var ég glaður, rosalega glaður. Við eigum enga peninga hér, við lifum bara á voninni. Þegar við fáum peningastyrk, förum við heim. Foreldrar mínir segja að við munum bráðum fara heim. Ég er með mikla heimþrá. Hér er ekki gott að vera. Heima er heima. Ef maður býr hjá ókunnum, líður mann ekki vel. Við hugsum alltaf það hvenær við komumst heim. Pabbi segir að það verði bráðum.
Flóðin sem urðuðu árið 2010 í Pakistan, landinu hans Ejaz, voru gríðarmikil. Margar milljónir manna þurftu að flýja að heiman. Börn og fjölskyldur þeirra upplifðu sára neyð og þurftu aðstoð frá UNICEF, barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. UNICEF varð að vinna hörðum höndum í Pakistan. Samtökin útveguðu 5 milljónum manna hreint vatn á hverjum einasta degi í marga mánuði meðan flóðin stóðu yfir. Það er mjög mikilvægt að fólk fái hreint vatn að drekka og geti þvegið sér og farið á klósettið, annars verða menn auðveldlega veikir. UNICEF kom því vatni til fólksins hvar sem það var statt, sem var flókið verkefni, því flóttafólkið var út allt á mjög stóru svæði. UNICEF sá mörgum börnum líka fyrir heilsugæslu. Milljónir barna á flóðasvæðunum voru bólusett gegn hættulegum sjúkdómum eins og mænusótt og mislingum til að passa að ekki brytist út sjúkdómsfaraldrar. Það kallast faraldur þegar sjúkdómur smitar mjög marga á stuttum tíma. UNICEF náði líka að hjálpa meir en 70.000 ófrískum konum og konum með börn á brjósti. Mamma Ejaz fékk einmitt aðstoð þegar Ejaz eignaðist litla systur. Í ljós kom að margir á flóðasvæðinu voru fátækari en stjórnvöld í landinu héldu. Þeir gátu ekki veitt börnunum sínum nóg af næringaríkum mat. Fjölmörg ungbörn urðu hættulega veikburða vegna þessa. Það kallast að vera vannærður og er lífshættulegt ástand. Eftir flóðin veitti UNICEF 95.000 börnum í Pakistan meðferð gegn alvarlegri vannæringu. Það eru fleiri börn en allir krakkar á Íslandi. Mjög mikilvægt er að börn sem búa við neyðarástand fái tækifæri til að halda áfram í skóla. Fastir punktar í tilverunni hjálpa börnum við að komast yfir áföll og erfiðleika eins og þá sem náttúruhamfarir geta valdið. Svo er líka gaman að læra nýja hluti og hitta aðra krakka. UNICEF opnaði mörg þúsund skóla á flóðasvæðin í Pakistan. Þar fengu fullt af börnum tækifæri til að ganga í skóla í fyrsta sinn. Við flóðin kom í ljós að sumstaðar í Pakistan höfðu ýmis vandamál ekki fengið næga athygli, eins og skortur á skólum, heilsugæslu og næringaríkum mat fyrir börn. Eftir að hafa hjálpað öllum þessum börnum vissi UNICEF betur en áður hvaða fjölskyldur áttu erfitt, hvaðan þær komu og hvert þær fluttu aftur. UNICEF fylgdi þeim eftir til að tryggja að þær fengju aðstoð, meiri aðstoð en fyrr. Í flóðunum í Pakistan gat UNICEF þannig hjálpa börnum sem höfðu fengið litla hjálp áður. Börnum eins og Ejaz. Ég vildi að það væru byggðir nýir góðir skólar í Pakistan með góðum kennurum til að kenna öllum krökkunum. Þeir eiga að kenna okkur að kærleika. Þeir ættu að kenna ólæsum að læra. Þeir ættu að mennta þá sem eru ómenntaðir. Menntun er lífsnauðsynleg. Menntun getur breytt öllu. Líf fátækra getur breyst og batnað. Þeir væru ekki fátækir lengur. Ef börn hljóta menntun, mun líf þeirra breytast. Mig dreymir að Pakistan muni blómstra. Að heilsa og menntun barna verði tryggð. Ég vil að Pakistan verði besta landið. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna stendur að öll börn eigi rétt á að lifa góðu lífi.
það á við Ejaz og önnur börn í Pakistan. Börn eins og ykkur á Íslandi og börn allan heim.